Tökum nokkur sýnidæmi hringi. Fyrst ætlum við að finna jöfnu hrings. Við vitum að miðjan er -3,7 og að hringurinn gengur í gegnum punktinn 2,5. Við vitum að jafna hringsins er á þessu formi, sem sagt það er alltaf inn í sviga x mínus x-hnit miðpunktsins, þannig að það verður þá x plus 3 hjá okkur í öðru veldi, plus svigin y mínus y-hnit miðpunktsins, sem er þá 7 hjá okkur, mínus 7 í öðru veldi, er jafnt og radíusin í öðru veldi. Þannig að núna vitum við hnit miðpunktsins, setjum það inn, en við þurfum að finna radíusin í öðru veldi. Þá setjum við bara hnit hins punktsins, sem við vitum að er 2,5. Þá kemur 2 í staðinn fyrir x og 5 í staðinn fyrir y. Þegar við vitum að þessi punktur, fyrst hringurinn gengur í gegnum þennan punkt, þá gildir jafnan í þessum punkti. Og þá reiknum við bara hreinlega út úr þessu. 2 plus 3 eru 5 og 5 minus 7 eru minus 2. Þetta gefur okkur 25 plus 4 sem er jafnt og r í öðru. Þannig að r í öðru er 29. Við þurfum ekki að reikna út hvað r er, þannig að það er algjör óþarfi að taka ferningsrót. Við bara setjum r í öðru aftur inn í jöfnuna. Þannig að jafna hringsins er x plus 3 inn í sviga í öðru veldi plus y minus 7 inn í sviga í öðru veldi er jafnt og 29. Við getum líka verið með dæmi þar sem við vitum ekki hvar miðjan er, en við vitum 2 punkta á hringnum og að þeir eru endapunktar á miðstreng. Eins og í þessu dæmi, ég ætla að finna jöfnu hrings ef 3,9 og mínus 1,3 eru endapunktar miðstrengsins. Hver hringur getur í raun og veru haft óendilega marga miðstrengi, þannig að þetta er ekki eini miðstrengurinn sem er til. En við vitum að ef þessi 2 punktar eru endapunktar miðstrengs, þá gengur sá strengur í gegnum miðjuna og þá hlýtur þessi miðpunktur hringsins að vera miðpunktur striksins líka. Af því að það er sá punktur sem er jafnlangt frá báðum endapunktunum. Þannig að við byrjum á því að finna miðpunkt hringsins með því að finna miðpunkt striksins. Og eins og áður þá er það þannig að við leggjum saman x-hnitin, 3 og mínus 1, við leggjum það saman, fáum 3 mínus 1, deilum í útkomuna 2 og svo leggjum við saman y-hnitin, 9 og mínus 3 og fáum 9 mínus 3 og deilum með 2. Út úr þessu kemur 1,3. Þá raun og veru vinnum við áfram alveg eins og við gerðum hér. Setjum upp jöfnu hringsins, þá veitum við núna hnit miðpunktsins en ekki radíusin. Þannig að hún lítur svona út. X minus 1 í öðru og y minus 3 í öðru og svo með þessi er r í öðru. Þá tökum við annan kvot að þessum 2 punktum. Annarkvort 3,9 eða mínus 1,3 og setjum inn í staðinn fyrir x og y. Og þarna velja að setja 3,9 inn. Þannig að x er 3, y er 9 og þá fáum við að þetta sé 2 í öðru plus 6 í öðru sem er jafnt r í öðru og 40 er þá jafnt r í öðru. Aftur þá skiptir engu máli hvað r er af því að við viljum bara finna jöfnu hringsins. Þannig að núna setjum við þessa stærð bara aftur inn í jöfnuna sem við vorum komið með og fáum sömu jöfnu eins og hér, nema nú vitum við að r í öðru 40. Setjum það hér. Þriðja dæmi sem við getum tekið jöfnu hrings er ef við vitum 3 punkta á hringnum. Við finna jöfnu hring sem gengur í gegnum punktana 1,6, mínus 1,2 og 3,2. Og þessir 3 punktar geta gefið okkur 3 jöfnur. Við byrjum á að setja upp jöfnu hringsins. Hún er bara svona, þetta er almenn jafna hrings. x0 og y0 eru x og y hnit miðpunktsins. R er radíusin að venju og x og y eru hérna breytur. Nú vitum við x og y fyrir þessa 3 punkta, þannig að við byrjum á því að setja þá bara inn. Fyrst notum við 1,6
og í staðin fyrir x og y kemur núna 1 og 6. Þetta er jafna númer 1. 1 mínus x 0 í öðru pluss 6 mínus y 0 í öðru jafnt r í öðru. Kallum þetta jöfnu 1. Næsti punktur gefur okkur jöfnu 2. Það er að segja setjum mínus 1 í staðin fyrir x og 2 í staðin fyrir y og þá fáum við þessi hérna jöfnu. Áfram er x 0, y 0 og r óþekktu stærðirnar. Þriðji punkturinn gefur okkur þessa jöfnu. Setjum 3 hérna í staðin fyrir x úr þessari jöfnu. Fáum þennan hérna svega. Og 2 fyrir staðin fyrir y og gefur okkur þennan svega. x0, y0 og r eru ennþá óþekktar stærðirnar. Köllum þetta jöfnu númer 3. Og svipað eins og þegar við ætlum að finna jöfnu fleygboga eða stuðlamarkið, þá finnum við x0, y0 og r með því að eyða út stærðum. Þannig að nú skulum við prófa bara að draga eina jöfnu frá annari og þá ætlum við að taka jöfnu númer 1 og draga jöfnu númer 2 frá. Þannig að fyrst fáum við vinstri hlið jöfnu númer 1. 1 mínus x0 í öðru pluss 6 mínus y0 í öðru. Síðan ætlum við að draga frá það sem er á vinstri hlið jöfnu númer 2. Þannig að við drögum frá fyrir svigan og svo drögum við frá seinni svigan. Og á hægri hlið kemur r í öðru, mínus r í öðru. Við skulum einfalda þetta eins og við getum og notum ferningsreglu til þess að leysa út úr þessum svigum. Þannig að úr fyrsta sviganum þá fáum við 1 í öðru, sem er bara 1. Einu sinni mínus x0 sinni 2 verður mínus 2x0, svo pluss x0 í öðru. Þetta er bara ferningsregla sem við notum hér. Þá ætlum við að taka á næsta sviga með ferningsreglu aftur. Þá fáum við 6 í öðru sem er 36. 6 sinni 2 sinni mínus y0 sem verður mínus 12 y0 og svo pluss y0 í öðru veldi. Þá skulum við taka þriðja svigan og nú þurfum við að passa mínusinn hérna fyrir framan. Mínus 1 í öðru veldi verður 1. En að því að mínus fyrir framan þá fáum við mínus 1 hér. Mínus 1 sinnum 2 sinnum mínus x0. Þá erum við með 2 mínusa. Þá fáum við 2x0. En svo er annað mínus hérna fyrir framan og þá fáum við mínus 2x0. Það er með 3 mínusa hérna. Og þá endum við með mínus. Síðan erum við með x0 í öðru veldi sem væri venjulega í pluss en út af því að það er mínus fyrir framan þá fáum við mínus hér. Reiknum það út úr síðasta sviganum. Þá fáum við 2 í öðru veldi sem gefur 4 en það er í mínus vegna þess að það er mínus fyrir framan svigan. 2 sinnum 2 sinnum y0 gefur okkur 4 y0 en það var mínus hérna á milli og mínus fyrir framan. Það eru 2 mínusar, þannig að við fáum pluss. Og svo fáum við y0 í öðru veldi, sem venjulega væri pluss út af ferningsreglunni, en það er mínus fyrir framan, svo við fáum mínus y0 í öðru. Og r í öðru mínus r í öðru verður bara 0. Þá höldum við áfram að einfalda þetta. Ef við byrjum að taka saman allar einingarnar, þá erum við með hérna 1, 36, mínus 1 og mínus 4. Og reiknum út af því og fáum 32. Svo erum við með mínus x0, mínus 2x0 og aftur mínus 2x0 sem gefur okkur mínus 4x0. x0 í öðru veldi er hérna í pluss og svo aftur í mínus þannig að þau eyða hvert öðru. y0 er hérna mínus 12 y0 og pluss 4 y0 sem gefur okkur mínus 8 y0. Og síðast erum við með pluss y0 í öðru og mínus y0 í öðru sem eyða hvert öðru og út úr þessu kemur 0.
Nú sjáum við að 4 gengur upp í 32, mínus 4 og mínus 8, þannig að við skulum stytta þessa jöfnu með 4. Þá fáum við 8 mínus x 0 mínus 2 y 0 er jafnt 0. Köllum þetta jöfnu númer 4. Þá skulum við næst draga jöfnu 3 frá jöfnu 1. Og þetta kemur nánast eins út eins og áðan, nema athugið að þessir hérna, hér eru með breytingu því að í jöfnu 3 er 3 mínus x 0, þá setjum við 3 mínus x 0 hér í staðin fyrir mínus 1 mínus x 0, en seinni svíin var eins í bæði 2 og 3, þá er eins hérna líka. Öðru leyti er þessi jafna eins og við vorum áðan, og þegar við leysum út úr svigunum þá fáum við það sama út úr fyrsta sviganum, sama út úr öðrum sviga, en úr þriðja sviga þá fáum við 3 í öðruveldi sem er 9, en í mínus, út af því að mínus eru fram að svigan. 3 sinnum 2 sinnum mínus 6 eru mínus 6x, en það er mínus fyrir framan, þannig að þetta verður plus 6x0. Og x0 í öðruveldi ætti að vera í plus, en fyrst það er mínus fyrir framan þá fer það í mínus. En síðasti svíin kemur eins út og hægri hlið kemur 0. Ef við reiknum saman síðan allar einingarnar hérna, eða fastana, þá erum við 1 og 36 mínus 9 og mínus 4 sem gefur okkur 24. Allir liðir sem er í öðruveldi, x0 í öðruveldi og y0 í öðruveldi, þeir detta út. Svo erum við mínus 2x0 og plus 6x0 sem gefur okkur plus 4x0 og y0 er áfram mínus 12 og plus 4 sem gefur okkur plus 8 y0. Og aftur getum við stytt þessa jöfnu með 4, þannig að við deilum með 4 í alla liði og fáum 6 plus x0 mínus 2 y0 er jafnt 0. Þetta er jafna sem við skulum kalla númer 5. Þá liggur nokkuð beint að við leggjum saman jöfnu 4 og 5 og þá bara leggjum saman vinstri hliðar. 8 mínus x0 plus 2 y0 kemur hér, plus 6 plus x0 mínus 2 y0 kemur hérna, það er bara jafnt 0 plus 0 sem er 0. Og þá sjáum við að x0 og mínus x0 þeir eða hvort öðru 8 plus 6 er 14 og mínus 2 y0 mínus 2 y0 er mínus 4 y0. Og við færum 4 y0 yfir og deilum síðan með 4 og fáum að y0 er 3,5. Setjum þá tölu inn í aðra jöfnu, setjum hana til dæmis bara inn í þessa hér jöfnu. Fáum 6 plus x0 mínus 7, það er að segja mínus 2 sinnum 3,5 er jafnt 0. 6 mínus 7 er mínus 1, færum það yfir, þá fáum við 1 í plus. Þá erum við búin að finna bæði x0 og y0 og við setjum það bara hér inn. Og þetta er nú bara upphaflega jafnan hérna. Nema í staðin fyrir ef nú vitum við x0, það er 1 og við vitum y0 er 3,5. Þannig að þær tölur eru komnar inn og eina sem okkur vantar núna er r. Og það er í öðru. Og þá tökum við bara einfallega einn punkt og setjum hann inn, til dæmis bara fyrsta punktin, 1,6. Og þá fáum við út úr fyrir svigana bara 0 og úr seinni svigana fáum 2,5. Og þá getum við sett saman upphaflegu jöfnuna með radíusnum og fáum að jafna hringsins er x mínus 1 inn í sviga í öðruveldi plus, þetta á nú að vera y mínus 3,5 inn í sviga í öðruveldi er jafnt 6,25 sem er 2,5 í öðruveldi. Og þá höfum við fundið alla jöfnur hringsins.